Næstilegur dagskrá er skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðustu vikur þá hef ég átt samtal við alla sviðsstjóra bæjarins, maður og mann, þar sem við höfum farið yfir nýklárað fjárhagsáætlunarferli og rætt næstu skref. Það mjög mikilvægt að við séum öll samstíga í starfi okkar næstu mánuði og fara yfir þau verkefni sem eru hverju sinni, enda erum við í heldur þröngri stöðu vegna heimsfaraldursins. Þá höfum við líka rætt viðbrögð og hvað við getum gert eftir að ný íbúakönnun kom nýlega fram, en það gaman að segja frá því að nær allir íbúar Akureyrarbæjar eru ánægðir með sveitarfélagið sem stað til að búa samkvæmt niðurstöðum þessarar nýju þjónustukönnunar Gallup. Yfirleitt eykst ánægja með þjónustu bæjarins eða stendur í stað, en í 3 flokkum hefur viðhorf til þjónustunar aldrei mælst jákvæðara og ég held að við getum öll fagnað því. Í ljósi umræðunnar hérna áðan þá langar mig sérstaklega að nefna það að það er mikið í gangi á skipulagssviði og það er merkjanlegt að íbúar eru ánægðari með þjónustuna en þeir voru á síðasta ári. Við erum með mjög mörg umbótaverkefni í gangi og það hefur verið gerðar margar breytingar á verkferlum hjá skipulagssviði og við höfum verið að kynna skipulagsmál sérstaklega inn á heimasíðu Akureyrarbæjar og Facebook-síðu Akureyrarbæjar og þá höfum við verið að vinna með þjónustuveri Akureyrarbæjar að því hvernig við getum bætt þjónustuna við íbúa og notendur skipulagssviðs. Þannig að ég er alveg sannfærð það að þetta mun skila árangri. Og ef að það væri talað bara við þjónustuþega en ekki alla íbúa þá myndi viðhorfið koma dálítið öðruvísi út. En allavega við erum að gera mjög margt, við ætlum okkur að gera betur og við erum að skoða þá þætti sem mættu vera betri í viðhorfskönnuninni almennt. Þannig að þetta er bara verkfæri og til þess að vinna með. En mér langaði líka að nefna að því að það var rætt af hverju er byggt svona mikið en fjölgar ekki meira. Þetta var vissulega rétt og þetta eru unglingarnir sem eru loksins að flytja heiman. En við erum líka með alveg gríðarlega dulda búsetu. Það eru margir sem eru með 2 heimili og annað heimilið er hér en því miður hafa þessir aðilar ekki fært lögheimili sitt og svo eru náttúrulega allar orlofsíbúðirnar sem eru. En þetta eflir og bætir bæjarbraginn hjá okkur að hafa þessa tvöföldu búsetu og engin smá innspýting í efnahagslífið okkar hversu margir eru að koma hér helgar og nýta alla þjónustuna sem eru í boði. Miðvikudaginn 20. janúar var ég í Hofi með formanni frístundaráðs þar sem við afhentum 3 mætum einstaklingum heiðursviðurkenningu frístundaráðs. Og seinnipartinn þann sama dag grýndum við íþróttakarl og konu Akureyrar fyrir árið 2020. Skautakonan Aldís Kara Bergsdóttir úr SA er íþróttakona Akureyrar árið 2020 og kraftlyftingamaðurinn Viktor Samuelsson úr KFA er íþróttakarl Akureyrar 2020. Það kyngdi niður snjó á Norðurlandi seinni hluta mánaðarins og lögregla hélt nokkra stöðufundi með almannavörnum og bæjar- og sveitarstjórum vegna snjóflóðahættu og viðsjárverðra aðstæðna sem sköpuðust meðal annars víða við Eyjafjörð. Þann 27. janúar síðastliðinn skoðaði ég nýframkvæmdir í bænum, Nökkvahúsið sem nú óðum er að rísa, smáhýsi í Sandgerðisbót, íbúðir í Glerárholti, nýjan leikskóla Klappir og framkvæmdirnar í Lundaskóla. Og mér langar að nefna að það er alveg ótrúlegt að sjá hvað þetta gengur allt vel og sérstaklega Klappirnar, hvað þær eru komnar langt miðað við það að það er einungis ár síðan, eða tæplega ár síðan fyrsta skóflustungan var tekin og ég get alveg sagt ykkur það að við getum vel verið stolt af smáhýsunum í Sandgerðisbótinni þegar þau verða tilbúin. Miðvikudaginn 20. janúar áttum við upplýsandi og gagnlegan fund með samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra stöðu og framtíð skipasmíðaiðnaðarins í landinu og þó einkum og sér í lagi hér á Akureyri. Skýrsla Grænlandsnefndar utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra kom út 21. janúar en þar eru lagðar fram ýmsar tillögur aukið samstarf milli Íslands og Grænlands eins og við ræddum hér áðan. Mikilvægt er að Akureyri sem miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi gerir sig enn frekar gildandi á þessu sviði og höfum við lagt fyrir ráðherra tillögur og aðkomu Akureyrarbæjar að auknu samstarfi þjóðanna.
Miðvikudaginn 27. janúar átti ég fund með Unni Brá Konráðsdóttur sérfræðingi í forsætisráðuneytinu sem á sæti í Grænlandsnefndinni og í gær, mánudaginn 1. febrúar, átti bæjarstjórn auk mín gagnlegan fund með utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra málið. Fimmtudaginn 28. janúar sat ég merkilegt rafrænt málþing á netinu á vegum Akureyrarbæjar og SSNV þar sem fjallað var þau tækifæri sem felast í breyttum tímum og færanleika fólks og starfa. Og það er gaman að segja frá því að það var pakkfullt á þessu málþingi og þurfti að skipta vettvang til þess að koma að fleira fólki því að því eigi var rúm í gistihúsinu á ákveðnum tímapunkti. Þannig að það er ljóst hversu mikill áhugi var og það var gaman að kíkja yfir listan og það var fólk allstaðar að landinu sem sótti málþingið. Þannig að þetta er frábær þessi nýja tækni sem við erum að tileinka okkur að geta allir sótt alla fundi. Og þann sama dag tók ég þátt í pallborðsumræðum í málstofum stöðu menntaðra kvenna, eða sem sagt jafnréttismál á norðurslóðum og við vorum þarna ég og prófessor í hagfræði við Viðskiptaháskólann í Bergen og borgarstjórinn í Nuuk átti að vera með okkur en hún forfallaðist því miður á síðustu stundu. En málstofan var haldin af Arctic Mayors Forum í tengslum við Arctic Frontiers ráðstefnuna sem árlega er haldin í Tromsø í Noregi, en þessi ráðstefna fór fram rafrænt að þessu sinni. Föstudaginn 29. janúar fundaði ég með Haraldi Líndal Haraldsinni vinnu hans við skýrslu málefni fatlaðra á Akureyri sem kynnt verður á bæjarráðsfundi nú á fimmtudaginn. Og loks langar mig að geta þess að núna í morgun heimsótti ég Helgu Steinunni Jónsdóttur sem fagnar 100 ára afmæli sínu í dag. Ég færði Helgu blóm og góðar kveðjur frá bæjarstjórn Akureyrar en hún býr á Dalbæ á Dalvík en hún bjó mestan hluta ævi sinnar í sveitarfélaginu okkar nánar tiltekið í Hrísey. Ég ætla bara að segja ykkur að það er óskandi að við verðum öll jafn glöð og Ern og Helga Steinunn þegar við verðum 100 ára. Því að það var alveg dásamlegt að hitta þessa konu í morgun og enn skemmtilega að hlusta á söng íbúana á Dalbæ þegar sungu, hún er 100 ára í dag. En hún var svo glöð og kát og þakkaði kærlega fyrir og bað mig að skila kveðjum til bæjarstjórnarinnar og með þökkum fyrir góðar kveðjur og blóm. En þá held ég að þessi búin. Já, þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sinni og bæjarstjórn færir þetta Helgu Steinunni bestu afmæliskveðjur. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 21. og 28. janúar, bæjarráð 21. og 28. janúar, frístundar á 13. og 27. janúar, fræðsluráð 18. janúar, skipulagsráð 27. janúar, stjórn Akureyrarstofu 14. og 27. janúar, umhverfis- og mannvirkjar á 5. janúar og þessa fundargerðir má allar finnar á heimasíðu bæjarins og ég slít þá fundi klukkan 18:16. Takk fyrir góðan fund.